komið Jón Örn hérna frá Kjötkompani til okkar. Já, verður velkomin. Takk fyrir. Velkomin í Mad Men. Já, þetta verður athyglisvert að heyra hvernig gengur hjá okkur. Þetta verður mjög athyglisvert. Þetta sumar náttúrulega búið að vera svolítið skrítið, byrjar og svo hættir og byrjar og hættir og þetta veður fara alltaf að stríða manni. Já. Þannig að hlýtur að stýra svolítið söluna hjá ykkur. Já, við sveiflumst með veðrinu eins og svo margur businessin hérna bara, sko. Brjála að gera þegar sólin kemur og... Já, það var allt trillt. Bara komandi, bara getur verið bara sólríkur mánudagur og hann bara eins og bara á helgi, sko. Lögðdag, sko. Þannig að þetta er bara svona við hérna, þetta er það sem við lifum við og hérna, þetta er nú búið að vera ágætis sumar þannig laga, sko. Byrjaði snemma, frábær maí og... Svo náttúrulega búið að vera sérstætt út af bara gósinu og öllu þessu núna undanfarið. Það búið að vera svo hlýtt, sko, í veðri en engi sól, bara reik, ský einhvern veginn yfir öllu. Já. Hefur það eitthvað haft áhrif? Hefur fólk verið að koma minna í að kaupa grillkjöt svona þegar loftgæðin eru svona? Þetta, ég myndi segja, sko, nei, við ekkert sem við höfum tekið eftir, sko. Við erum með að rosalega svona bara góður sláttur í þessu bara yfir höfuð, sko, alltaf. En þegar sólin kemur, sko, þá fáum við þess að toppa, sko, þess að æðislega skemmtilegu toppa, sko. Það voru allt crazy, sko. Já. Þannig að við görtum ekki, en værum alveg til í meiri sól, sko. Já. Ertu mikið að grilla sjálfur? Svona heima? Já, alveg. Ég er með hérna 3 grill á pallinum. Það er 1 kólagrill og það er 1 gasgrill og svo er ég með reykofn og svona, ég með svona... Þetta er alls staðlaði búnaður. Já, ég er svona spá átt í því, sko, þegar svona hvort að nágrannir haldi í sig klikkaður því ég hérna fer út 4-5 á nóttinni til að setja reykofnin í gang, þetta brisket í gang, sko. Þannig að maður svona, þú veist, á narjónum út á palli að kveikja á reykofnin, sko. Það gefur smá svona feeling yfir hverfið. Já, og því líkur reykmökkur, sko, 4 á nóttu, sko. Já. Sko, fólk sé ekki með opin glugg. Þetta er partur af þessu nákvæmlega verið að taka þátt í þessu með manni. Þetta er gaman, sko. Ég er mjög mikið í grillinu, sko. En að því við erum að tala um grill og svona, af hverju ætli að sé að við Íslendingar erum ekki svona, við höfum ekki farið svona amerísku leiðina, allir einhvern veginn með smókera og svona brisket og hægaldunin með reyknum og öllu þessu. Það eru flesti bara svona meðal maður bara með gasgrill. Já, ég held að þetta sé svona bara hægt og róli að koma upp hjá okkur, sko. Já. Þetta er alveg byrjað og við myndum að sjá þetta koma miklu meira, held ég, á næstu árum, sko. Já. Þannig að þetta er, ég held að bara við myndum að kveikja almennilega á þessu, sko. Já. Og það er eiginlega bara, en þessi fyrir okkur í Kjötkompani, kannski svona svolítið að reyna að kveikja á listanum hjá fólki, hjá viðskiptavinum, sko, fólki almennt. Eru þið eitthvað að selja reykt svona kjöt líka? Nei, seljum ekki, við erum ekki að, ekki mikið, myndi ekki segja það, sko. Nei. En erum við brisket og allt þetta til að setja á smúkerinn og allt það, sko, en ég það. Já, ég mitt búin að vera dett stundum í einhvern svona gýr, sko, og ég keypti mitt brisket og ég á ekkert þessa græjur, sko, reykofnana og þessu flottu grill og eitthvað. Ég veit bara kólagrill lítið hérna fyrir utan á svölunni, sko. Og en maður redda sér alltaf, finnur alltaf einhver leið og ég súði það í 36 tíma eitthvað, grillaði það svo og það var bara massa gott. Það er að gera nota þess konar aðferði, sko, og við þetta, sko, og eins og segir, súi það fyrst og setja svo á grillið með og búin að setja eitthvað viðaspæni og til að þú getur reykt á venlegu grilli, sko, það er ekkert mál, sko. Nei. Það er fullt í boði af þessum spænum og svona, ég var með einhverja viskispænir daginn, slæða næs. Þetta er klálega eitthvað svona sem maður verið til í að sjá aukast á Íslandi, þessi svona smókerar. Ég held að fólk sé kannski líka bara svolítið hrætt við að pröfa þess áfram í þessu, sko. Já, en það er ekki hættulegt. Ég prófaði að reykja hamborgara og eitthvað svona hérna daginn. Því ég átti þetta til.
og ég reykti allt og mikið sko. Já, En þá bara veit ég það næst og læri maður því og þetta nú ekkert já. það hluta fjörunni sko, að prófa sig áfram og fikra sig áfram og svona læra á það. Reyktirðu hambúrgara? Já, eða þú veist. Bara 140 gramma á grillinu? Já. Hvað lengi? Það var ég var einhvern veginn ekkert, ég var bara með krakkan Var þetta 2 bjórar, 3 bjórar, meira? Ég held að þetta voru 2. Nó, Já, það var bara svona létt og rólegt sko. En það var gott, fá smá reyk og Já, með bacon var það laukringi og þetta var næs sko. En Já. þetta klálega eitthvað sem að ég mun alltaf prófa mig áfram meira í sko, þetta smoking dót sko. Svo einfalt, rosalega einfalt að gaman að reykja líka grísarif. já, Einfalt og þú getur gert það bara á venlu gaskrilli, kaupa svona reykhólf, bara setja viðarspenn í og grillið bara á lágan hita og leifis að gerast á 3, 4, 5 tímum og svo einfalt. Já, og það Þetta er- alls konar eitthvað, ég sá daginn að var einhver að auglýsa svona pinna bara, svona reykpinna sem þú stingur í Já, neðst. já, svona eins og vindill. Já. Hvernig þannig, já. Þannig að það alls konar í boði. Já, algjörlega. já, Allt til að gera okkur glaða. Já. Ég var að hugsa daginn að því ég er svo mikið á TikTok og svona og ég fæ alveg endalaust af þessum svona feitu Ameríkönum sem eru að reykja eitthvað svona juicy briskets og allt eitthvað svo safaríkt og flott sko. Og þá fór maður að hugsa að það er engin svona amerískur svona reykstaður sem að þú færðu brisket einhver staðar í dag á veitingastaði eða svona, ekki veitingastaði heldur eitthvað svona skyndibita pæling. Nei, ég held ég ekki svona alvöru man ekki eftir því. smók Nei. á sinna sko. Nei. Nei, ég held þessi Það ekki. er ekki að gera eitthvað sluðið, sko. Já. Vantar. Þeir eru Já. bara með svona American Diner á kantinu. Já, færri svona hambúrgarastaði sem að eru allir eins og fleiri eitthvað nýtt. Já. Þetta er svo mikið vesen samt. Tekur svo langan Já. tíma að gera þetta og svo ef þetta selst ekki, hvað þá? Já, jú, það er kannski rétt. Það er kannski lifir alltaf einhverju draumum bara. Ég fer reglulega, ef við erum London, maður fyrir annars lagið til London, sko, þá er eitt stað þar sem ég fer alltaf á, sko. Hann heitir Smokestack og er í svona austur hluta London, sko, mæli með honum. Já. Það er bara svona orginal, bara gömul vestmiða sem búið að breyta í bara reykofninu og þetta miður gólfi, sko. Já, geggja. Þetta er bara, ég ger þetta alltaf. Allt svona kýtla mig alveg svakalega. Já, greinilega. Já. Ertu til að koma með tissue, hann byrja að slefa henn á borðið. Það er vont að mæta svangur. já, hvað kom ekki með neitt andaðir. Það er gott. Já, nei, aðhaldi ég á mig núna. Hvað er svona uppáhaldið þitt á grilli? Ef þú ætlar að fara að trýta þig eitthvað og gera eitthvað sem að þó að taki smá tíma og eitthvað svona, hvað er svona það besta sem að þú veist á grilli? Ég sveiflast alltaf svona í einhverjum, þú veist, ég fæ æði fyrir einhverju og getur verið með æði fyrir einhverju í einhverja vikur, sko, og svo kemur næsta og eitthvað. Bara, já, ég er núna allaveg bara í byrjun þessa sumar, sko, að þá svona eiginlega uppgötuðum við eiginlega bara svona flatta ærunni bara, þú veist, fengum flatta ærun allt í henni þannig gæðum að bara, maður hefði alveg æði fyrir þeirri steg, sko, æðislega bragð og bara, þú veist, meir og gaman eldana. Svo er ég náttúrulega bara mikill ribbaði maður, sko, og elskar náttúrulega góða ribbasteg, fitusbrinda, vel hangna og já, og náttúrulega, og sjálfsögðu þá, sko, ribbaði kappið, ef maður klífur ribbaðið upp og tekur ribbaði kappuðan úr, sko. Hann er náttúrulega, þú veist, eitt svo besti bara, sko. Það er rosalega góð. Það er bara alveg útrúlega flottu vöðu, sko. Sérstaklega eða vakjú, sko. Já. Þannig að, þú veist, ég bara, svo margt, sko. Já. Svo þetta er bara alltaf gaman að fara í lambi, sko, inn á milli, sko. Já. Og það er bara, maður gerir það reglulega, sko. Já. Maður þarf að vera duglegur. Skrítið bara, þú veist, já, mætti, sko, við erum alltaf æðislegt að lamba kórunan og konfettinu okkar og allt þetta, sko, og alltaf gott, sko. Mér finnst bara svona oft verið að pæla í akkur við seljum ekki meira af lambasirlun, eins og það er ótrúlega góð steik. Það er hrikalega gott. Já.
Þannig að við höfum oft reynt að koma inn almennilega á korti sko, en væri til í að sjá hann á meira flugi sko. Eru Íslendingar svona vanafastir? Kaupa svolítið mikið alltaf sömu steikurnar og svona, erfitt að koma vekja athygli á nýjum bita eða? Nei, og svona gengið bara vel hjá okkur sko. Já. Við erum náttúrulega dagstaglega með bara face to face á kunnan og fáum bara svona fáum þetta bara beint í aðeins sko og eins og bara með Flat Iron steikina sko, hún er náttúrulega búin að vera á bara þvílíku flugi hjá okkur sko. Já. Þetta bara steik sem við byrjuðum að kynna núna í bara maí sko. Það var algjör sprengja og þannig að ég myndi segja það er bara frekar auðvelt sko. Flanki fór á flug hjá okkur einu sinni. Já, heldur betur sko og bara, þetta er bara svona með þessa vöðva sko að þetta eru svo góði vöðvar, flankvöðin og Flat Iron vöðin og ef við erum að fá vöðvan í þessum gæðaflokki, fituflokki sem við viljum þá er þetta óbúrslega gott sko. En svo aftur á móti ef við erum með þessa vöðva í svona ef þeir eru ekki í nógu góðum gæðum sko, þá er betra að sleppa þeir sko. Já, en hvað er prósessi hjá ykkur að fá svona gæða vörurnar inn? Það er, þetta er bara endalaus eldingaleikur sko. Og náttúrulega bara væri náttúrulega rosalega gaman ef það væri meira til á Íslandi sko. Já. Það er náttúrulega óskastaðan sko, en við erum svo langt frá því sko að við erum algjörlega háðir innflutningi á nautakjöti sko. Hvað er það hérna á Íslandi? Akkur getum við ekki gert þetta almennilega? Hvað er það fóðrið sem er vesnast í þessu eða er þetta Nei, ég myndi segja bara, íslenska kynið er mjög gott, sérstaklega fyrir mjólkina. En til ræktunar á nautakjöti þá eru sannlega önnur kyn vantarlega betri sko. Og eins og Angus til dæmis sko. Ég veit samt til þess að það er allan einhverjir sem hafa verið að flytja inn Angus naut sko til að rækta sko. Þannig að það er einhverja blöndur og það er einhver framþróun í þessu og ég held að þetta sé bara alltaf snúist peninga og bara ég held að það sé rosa flókið að taka eitthvað sem er ekki á þeim stað og fara að koma á þann stað og það tekur bara svona tíma að þróa rétta kynið sko, réttu. Þetta er svo langt ferli, alveg nauggrip sko, þetta er bara 18 til 22 mánuður og þannig að þetta tekur tíma og ég held að það er bara, það er bara fleiri meira angusgripum inn og það þarf að setja smá búst í þetta sko. Já, svo náttúrulega bara dýrt og flókið að fá leyfin og allt þetta til að koma þessu hingað til landsins sko. Það þarf að auðvelda þetta. Ég held að ríkið þurfa að auðvelda þessi þetta ferli sko. Þurfa að koma að þessu. Þannig að ef þetta ágangar hraðar. Þannig að við séum svona það væri gaman að sjá okkur sjálfbærri þegar kemur að nautgripa eldi. Já, og þú veist að lambið með þess að líka sko, við höfum stundum verið að landa í vandræðum með lambið. Við erum ekki núna, en það er eitthvað að koma, það er eitthvað að vera að flytja inn held ég, eitthvað af lambavöðum sem að kannski svona léttir aðeins á ástandinu, ég veit það ekki, en það er nóg til, við erum að fá nú íslensku lambakjöti sem betur verð núna, þannig að maður vildi sjá nautið í betri máli sko, svo líka þú veist eins og svona, þegar við erum að versla nautakjöt ellendi sko, þannig að erum við með sko, gæðaflokkarnir eru bara A, B, C, D, E og þetta er bara hvað viltu sko og við erum að kaupa bara í efstu hillunni A og sem er náttúrulega bara langt dýrasta kjötið í innkaupum og allt það, en við erum að fá bestu gæðin og þetta snýst það hjá okkur, við feysum kúnan og viljum bara delivera bestu gæðum á hverju mennstu degi sko. Og en aftur á móti skilja líka ekki eins og heima sko, að þetta sem er þó til af íslensku nautakjöti sko, að það skuli ekki vera sko, það skuli ekki vera flokkað
Já, að við séum ekki með okkar flokka í gangi, þú veist, já. að því að segjum svo, ef ég fengi 100 kíló eða 500 kíló af nautaribba í dag, sko, að það er ekkit það er einhver flokkar, það er bara öll þessi 500 kíló er sama verðinu, sko, sama hvort það sé æðislega fytursprengdur og flottur biti eða bara einhver biti sem þið langar að henda hann í hakkavélina, sko. Þannig að þú veist, þetta er eiginlega, ég held að væri hvati ef við myndum byrja á því að taka eins og bara þessa vöðva og fara að verðleggja þá bara þeir sem eru fitu meiri að þeir bara kosta meira. Já. Og ég kalla eftir því, sko. Já. Nú er ég alltaf með sömu pælinguna, sko, líka með ég furða mig alltaf á því af hverju allir bitar þurfa að vera svona dýrir, eins og ég tala um ossobuco. Já. Bara bóndaréttin sem er bara á að vera lélegasti fyrirferðarmesti vöðvi sem þú færð, en hann kostar samt bara jafn mikið og bara dýrindis nautasteik, sko, ógeðslega dýrt. Af hverju þarf þetta, þú veist, af hverju svona lítill verðmunurunni, þú veist, það er bara alltaf eða nautakjöt, það er bara dýrt. Já, það er nú mikið, já, okkur frekar mikill verðmunur til þess að ossobuco og ribba eða lund eða filli eða einhverju slíkur, sko. Og það er innflutt á ossobuco og svona? Bæði bara, við erum að versla allt sem við fáum af íslensku góðu, sko. Já. En þú veist, þú bara við reynum að taka eins mikið við getum inn af fytursprengdu og flottu íslensku kjöti, sko, og erum með svona og elskum að setja það í dreiðskápan okkar og allt þetta, sko, en svo þurfum við bara að flytja inn helling með, sko. En af hverju er nautakjöt svona dýrt? Bara í höru, kjöt orðið svona dýrt? Já, það væri gaman til dæmis að geta flutt inn þetta flotta kjöt sem við erum að flytta inn að við værum að fá það á aðeins lægri tollum til dæmis, sko. Við byrja þar, sko. Já. Ég spyr bara því ég veit ekki, sko. Já, það er já, við borgum, ríki tekur sitt í þessu, sko, og þannig að En samkvæmt því þá ætti þá að vera ódýrara í rauninni að kaupa íslenskt nautakjöt. Íslenska nautakjöt verið svona að halda í alltaf, sko, það er magnað. Já, það virðist alltaf fljóta með svona nokkurn veginn, svona verðinu, innflutningsverðinu, sko. Þannig að ég Nei, maður ætti kannski að fá eitthvað bóndaðinga sem maður getur frætt með hvað kostar nákvæmlega að ala upp eitt naut til slátra. Já, og taka svo kannski einhvern stjórnanda úr afurðasölunum til þess að koma líka með Leifum að setjast á móti hverja bara. Láta það ræða málinu. Já, ég held að maður þurfi bara að hlekkja það niður þannig að það fari ekki í hjóla konan. En þú veist þetta kostar að ala nautgrip. Já. Þannig að held ég, sko, að ala nautgrip, sko, upp að þá lítur að skipta máli, ég er nú ekki sérfræðingur í þessu, sko, en fóðrunin og kannski ná sem mestum vöðvamassa á dýrið fyrir slátrun. Þannig að þar hefur maður heyrt svona, það veit ég, til dæmis eins og angusgripirnir er að gefa mun meiri vöðvamassa heldur en íslenska kyni, sko. Ég heyrði einu svona flökkusögu þegar það var íslenska svínið var bara alveg ósnert og þá var einhver svínabóndi sem að vildi fá að flytja inn svín og það var bara ekki boðið. Þannig að hann flaug einhvert út, man ekki til hvaða lands og var með svona hitabrúsa, bara eins og til að geyma heitt vatn og kaffi
og hann flaug bara heim með grísasvæði bara í jakkavasanum já, og ræktaði svínið út frá því. já, Þar hafi fyrsta svona almennilega svínakjötu komið á Ísland. Já. Ég veit ekki hvort það er satt eða ekki, sko. Þetta er allan einhver saga. Það er ástæða fyrir að vera vopna leitin en maður má ekki fara með vökvann í gegn. Það getur verið tengt í. Já. En þið eru með meira en kjötbúðir. Já. Þið eru með alls konar annað í boði sem kannski fólk veit, ekki allir vita af. Já. Við byrjuðum hana 2009 Ok. og Í Hafnarfirðinum. ég held að það veri svona 10 mínútum eftir Guð blessi Ísland. Já. Þannig ég held að margir heldur að maður væri eiginlega endalega farinn, sko. Og en myndin var frekar skýr svona í kollinum á mér hvernig ég vildi hafa þetta. Hvernig konseptið sem slíkt, sko. Og það var svona, það vantaði svona markaðinn akkurat þarna og á þessu mómenti og erum í dag með 3 búðir í Hafnarfirðinum, opnum 2009, 2017 opnum við á Granda og 21 á Bílsöða og 21, held að, og svo erum við með svo 2017 þá opnum við kjötvinnslu, 2013 þá förum við í eldhús, þannig að við erum með 5 starfsstöðvar gangandi í dag, sko. Þannig að þetta er svona, í byrjun var Hafnarfjörðurinn var með kjötvinnslu verslunin í Hafnarfjörður var með kjötvinnslu þáttinn og eldhús þáttinn og svo sprakk þetta, sko. Þannig að við þurftum að fara með þetta í á aðra staðsendingar, sko. Það er gott að það gengur vel. Já, þetta er. Er þetta ekki alltaf springa innan fyrir enn, eða hvað? Nei, við erum með þetta í ágæti sjafnvægi núna, sko. Já. Ég held sé svona, þú veist, bara svona, þetta að vera með þetta eldhús og þessa kjötvinnslu, það er svona, skapar rosalega góðan grunn undir allt sem við erum að gera í búðunum, sko. Og skapar okkur náttúrulega grunn líka fyrir það og skapar náttúrulega tækifæri náttúrulega til þess að selja þess frá okkur líka eins og inn í aðra verslanir og kannski veitingastæði, sko. Við erum með svona nokkra veitingastæði sem við seljum inn á líka, sko. Það er svo sniðugt inn á vefsíðunni hjá þeim að þar getur farið inn og séð myndbönd og upplýsingar hvernig þetta elda alls konar kjöt og það er bara sýnt nákvæmlega. Já, ég hef líka séð nokkuð myndbönd bara á samfélagsmiðlum og svona. Já, við erum allavega gaman að sko koma auglýsingaefni frá okkur svona í formi fræðslu líka, sko. Mér finnst það mjög gaman, sko. Það getur svona sýnt fólki á einfalda móta hvernig á að grilla steikina, sko. Bara geggja líka að sjá vöruna sem maður er að kaupa, vera framreiða hana og gefa manni hugmynd, sko. Alltaf góð blanda. Já, ég held að sé margir sem eru svo eitthvað svona tvístígandi og hafa ekki sjálfsöryggi kannski að vera að gera eitthvað og svo geta horft á þetta og kannski, þetta er ekki flóknara. Já, margir alltaf vefja nautakjötinu fyrir sér, sko. Þú veist, maður á bara að láta vaða og bara pröfa sig áfram og bara ekki ofvelda. Og ef þú ofveldar einu sinni, þá bara gerur það ekki eftir næst. Það er bara, þú veist, enginn heimsendir. Já, mér svolítið, svona þegar við byrjuðum 2009, þá fengum við rosalega marg inn til okkar sem að sögðu, sko, við vorum alltaf með flögguðu nautun eins og við gerum alltaf, sko. Og voru margir sem að koma og sögðu, nei, ég klúður alltaf nautinu, sko. Ég vil ekki pröfa þetta, sko. En það er svona búið að snúa þessu svolítið við, sko. Ég held að það verið svona, kannski bara svolítið partur að því að það vantaði kannski svona að miðla meiri upplýsingum hvernig best er að elda nauti, sko. Og svo náttúrulega líka bara þetta að nautasteikin sérstaklega þarf bara að fá ákveðið ferli áður en hún kemst í hendurnar á viðskiptavinnunum, sko. Þannig að þetta er bara svona okkar motto er svolítið þetta að sko
kjöti sem við erum að kaupa í dag inn sko, að við viljum helst selja það bara eftir svona fyrsta leið 25, helst 30 dag sko. Og hvað eru þið þá að gera? Bara svona Þá bara fær bara vöðvin að nákvæmt fær það bara að eitsast inn á kæli, annarkvort í dry age skáp eða þá bara í vakúma sem hann fær að standa og brjóta sig niður sko. Og af hverju er þetta gert svona bara fyrir þá sem ekki vita? Að fáum við bara mígra kjöt og mígra. Það verður miklu mikra. Já. Það er bara svoleiðis. Og í dræðskápnum þá náttúrulega fáum við ákveðið bragðið líka og sem er bara svona sérstaklega þetta svona 30 daga dræðsbragð sko, sem er svona ekkit of mikið en kýtlar aðeins og svakalega gott sko. Já. Talandi dræðskáp. Ég fór aðeins til Færeyja í fyrra smáferð og ég fór inn á einn veitingastæðar og þar var ljótasti hryggur sem ég sé á ævinni hangandi í svona dræðskáp. Og ég var eitthvað að rýna í þetta og bara, hvað er þetta gamalt? Þú veist, maður séð í dræðskápanum hjá ykkur, það er svona eðlilegt að þetta var eitthvað allt annað level, sko. Ég spurði þjónum, býtu, hvað eru að tala um hérna? Ja, þetta er orðið ársgamalt hangið. Þess að það orðið eitthvað lengur? Þeir náttúrulega vana að geta þetta skerpukjöt og allt þetta ógeð. En þú veist, mér finnst það allavega, þetta er ekkert eitthvað sérstakt, það er allt í lagi að grípa í eina sneið, en ég vildi ekki láta mig fara að láta að rukka með eitthvað stóra fjárhæði fyrir eitthvað sem að mér fannst vera bara eiginlega skemmt. Það var millivegur á þessu. Ljótasti bitur svo það minnir mig nú á bara að hittum einn fastakúna hjá okkur sko, daginn sko, sem sagði hittan í búðinu, hann sagði sko, ég er ennþá að fara eftir ráðunni sem þú gafst mér 2009 sko, það var nýbúin að opna. Hvað er það? Já, ég bara, þú sagði mér að því ég kem í kjötborðið, þá ætti ég bara að velja með nautasteik, þá ætti ég að velja bara ljótustu steikina sem ég sé í borðið sko. Þá vissum það að það er alveg vel eitsuð og flott steik sko. Þannig að ég fer bara eftir því saman sko. Það hefur ekki klikkað. Þannig að, já. En að því að þú ert búin að vera í gangi þá bara í 16 ár í ár. Já. Erum við búin að auka nautakjöts át bara sem Íslendingar? Er nautakjöt orðið svona vinsælista varan í dag? Þegar fólk ætlar að gera vel við sig og svona, fara þá allir og kaupa sér naut? Já, ég myndi segja allavega hvað okkur, þá myndi ég segja sko að það er bara stígandi í þessu sko. Já. Og Já, mér finnst það alveg greinilega sjást sko. Mér finnst það allavega sjálfur mér. Ef ég fer í kjötkompani þá kaup ég alltaf eitthvað nautasteik. Ég kaup ekki neitt annað eiginlega. Jú, kannski kálf. En ég er eiginlega meira í nautinu. Já. Og það lampi sér alltaf vinsælt en það er frekar stígandi í nautakjöts sölu í okkur frekar hitt sko. Já, það er líka bara svo gaman eins og að bara fara að hitta einhverja félaga og við erum fara að grilla og það verður næs matur að koma með flotta steik, flottu pakningu og opnana og þú veist, búin að velja steikina sem þú ætlar að grilla og svo grilla hana rétt og þetta er tilfinning sko. Já. Þegar þú kaupir einhverja steik í kjötkompani, ef þú tekið eftir, kannski ekki einu sem tekið eftir því, þeir pakka inn í pappír. Já. Og á pappirnum stendur kjarnhitastig eftir hvernig þú vilt hafa steikina. Já. Þannig að þar eru upplýsingar bara á pappirnum sem þú fær í hendunar. Ég vil bara ekki sé þetta. Þetta er ógeðslega sniðugt. Það er hugsað út í allt. Það er hugsað fyrir öllum. Já, þetta er svona eins og við vorum að tala um. Þetta er svona, fólki finnst þetta stundum svona stressandi að fara að elda stóra steik sem við borguðum ekki fyrir og ætla að fara að njóta. Nei, þetta er bara að kaupa einn kjarnhitamæli og það var málið dött. Já. Nákvæmlega. Þetta er ekki flóknara. Það verður til á hverju heimili. Já. Svo líka bara svona þegar maður er að fara að elda góða steik og búin að fara í kjötbúðina og náður í eitthvað alveg æðislega flott sko. Já. Þá bara þá verður fólk líka bara að gefa sér tíma í að elda þetta. Já. Ekki fara að þrusa sá í einhver rössi sko og bara alltaf hlutinni gerist bara svona 1 og 3.
eitthvað bara svona það er svolítið svona, já, fólk gefur sér tíma bara. Já, 2 bjóra við grillið. Nákvæmlega. Já, eða vakna klukkan 4 á nóttinni eins og Já. Það brisketið, það er 12-14 tíma eldun. Já. Þetta Og ertu þá að taka svona stort og flott brisket? Já, uppáhaldið mitt brisketið er svona eiginlega, það er aðeins meiri fýta á öðrum endanum hérna, sko, og það er svona minn uppáhaldspartur af brisketið, sko. Er það búin að reppa þetta eitthvað? Sko. Með einhverju krytti? Já. Ger svona, maður tek svona bímiti blöndu, svona sem að miksa saman blöndu og svo er þetta ákveðin prósess bara á smókarni, sko, þegar þetta komið upp í ákveði hittastíð þá setja ég þetta í bútse pepper og klára þannig, sko, Þetta er einmitt svona all-in leiðin sem að kannins, ég er alltaf að sjá brisket myndbönd, sko. Þetta er bara svona, mér dreymir að fá svona bara hið fullkomna brisket. Svo þú borðar þetta, sko, þá að leka. Og einmitt líka helst að fá það bara, þú veist, ég á mig draum að fara til Bandaríkjanna, að fara á eitthvað stað sem ég sest og það er komið og borið fram bara í pappírnum, sko. Og það sem að bara all löðrandi í einhvern safa og... Þú er bara að fara til New Orleans eða eitthvað svona, sko. Ég væri góð þar. Já, ég held það. Það myndi smelt passa. En hvað... Eins og flýsir rass. Nú ert þú líklegast mjög duglegur að grilla nautakjöt og svona. Þegar þú færi bara svona ribeye steak eða eitthvað nautalundi eitthvað svoleiðis, hvað er go-to sósan? Ertu í Bernes eða sósu eða chimichurri eða hvað er svona þitt poison? Uppáhaldið mitt er bara annarkvæmt bara góð svona sósa, demiglis eða ég er rosalega húgt á rannsósun okkar, sko, mild píparsósa. En maður er með góða nautastekki, ég er ekkit sérstaklega glaður á að nota mikið af sósu með því, sko. Nei. Þannig að... Leifa steikinn að njóta sín. Leifa steikinn að njóta sín, já. Það er líka rosa vinsælt að vera að gera svona smjör, bara... Kryddsmjör? Já, alls konar, bara, þú veist, með cowboy butter og allt þetta, og gera rúllur og svo bara þegar hún er að hvíla, þá bara einn svona skífa hona og bara leifa þið bráðna og ekkert meir. Það er ógeðslega sniðugt. Smjör gerir allt betra. Það er bara staðurinn. Svo bara velja gott rauðið með og þá bara heyrum maður England að syngja. Ég fæ bara kýtl í magan alltaf einhvern veginn við tilhugsun. Þetta er það mest næs í heimi. Þegar þú veist að það er til rauðvín sem að býður, þú ert með góða steik, jafnvel meina baka kartöflu eða eitthvað svona. Já, slefti henni maður. Nei, þú veist, þetta má alltaf. Allavega, sko, ég er þannig, ef ég fæ mig góða steik, sko, þá vil ég hafa hlutina rosalega einfalt. Ég er ekki í því að rúa miklu á diskinn, sko. Maður er með alveg premium steik, þá verður að vera premium rauðin með, sko, og svo bara rosalega einfalt meðlæti, sko. Þú ert ekkit að vinna með jafnvægið á disknum hérna, það bara fyrir þú gluggan. Það er bara kjöt og rauðvín. Kannski einhver smá sós á kantinn, kannski, sko, og svo bara mjög einfalt, bara lítið eitthvað smá í þessar kartöflum og ég er mjög einfalt. Hvað er vinsælasta meðlæti sem er að seljast hana hjá okkur annars? Er það kartöflur? Já, það fyrir mikið af kartöflum, sko, við erum með eitthvað 10-12 típur af kartöflum, sko, og það er alltaf rosa fjör í því, sko, og svo erum við með aspasrúllur fylltar með gruyère ost inn í og við erum með fyllta portobello sveppi og með gorgonzola og brie og þetta er svona smjörstyktir sveppir og það er alls konar svona, þetta er vinsælt, sko. Já. Þið hafði líka verið að fylla bara, setja fyllingur í kjöt. Já. Ég sá eitthvað myndband í daginn sem var mjög juicy. Já, við erum það er svona, okkur við svona gaman að taka svona, sérstaklega í lambinu þá að, þú veist, að selja lambið einhvern veginn öðru sem, það var eiginlega mottóið frá byrjun, sko, að við ætluðum ekki að, það átti ekki að vera bara lambalæður á beini og lambahryggur á beini, gamli góði, sko, okkur langaði að fara aðra leiðir og svo lambahryggur, við seljum hann ekkert öðru sem bara, þetta seljum við lambahrygg old fashion á beini, sko, en hann er ekkert í borðinu, en við erum í kjötborðinu, en við erum með, við tökum lambahryggjina úr beinum hann og
kryddum og fyllum og gerum eitthvað svoleiðis sko og förum saman með lambalærið, tökum miðleikinn úr og snúum hann úr og setjum fyllingar og svona leikum okkur aðeins sko. Já, ég var að fatta það núna, ég gæti hlusta á bara hljóðbók, það sem væri verið að fara yfir þessa hluti, bara fylla lambarhygginn En talandi lambakjöt sko, þá er líka, þá bara allir einn bara aftur að láta að kjötið þurfa að hanga, að hérna, mér veist bara, lambakjöt þar lágmark 2 vikur, inn á kælis. Það var í gamla dag hjá þegar maður var ungur að múta, hafa tekið lambalæri frosið og hafa setti í vaskinn og svo var að koma í opnin daginn eftir sko. Í svarta pottin. Já. Elda vel og allt gott en lambakjöti bara svo miklu meira og flottar ef það búið að vera í 2-3 vikur en að kæra. Þannig Þetta alveg vannmetið nefnilega, finnst mér, þú veist, sumir, það margir sem að kunna þetta í dag, sko. Já. En það hefur þurft svolítið mörg ár að fá fólk á vagnin að fatta þetta. Já, maður líka alltaf bara að læra meira og meira hvað það er hægt að gera allt flókið og fara lengra með hlutina, þú veist. Bara menn eru bara að velta sér upp úr þessu, bara hvað er best að láta þetta hanga lengi og hvað er besta típan af kjöti, hversu fitussprengt og allt þetta, þú veist, þetta er orðin svo mikið vísindi. Já. Og hérna mennir þetta komið svolítið langt í rauninni á stuttum tíma allan fyrir svona almenning. Ég held að séu örugglega töluvert fleiri sem eru bara vinna í skrifstofuvinnu og eitthvað svona sem að hafa gríðarlega þekkingu á kjöti og grilli og þú veist þetta er svona Íslendingar eru mikið grillþjóð í dag. Hvernig ætli sé að grilla fólaldakjöt? Er það eitthvað spes? Já. Það er frábært. Já. Alveg. Þeir eru með kálfin líka? Já. Kálfurinn og hérna. Þið hefðu ekkert verið að fá eitthvað svona exotic eitthvað inn á milli, fá einhverjar hérna antilópur frá Afríku eða höfrunga eða eitthvað svoleiðis? Nei, við höfum alveg sleppt í sko. Já. Ég borðaði einu svona höfrung sko, svona grillaðan höfrung, bara steik. Hvernig var? Ógeðslega gott. Það er í rauninni töluvert næri nauti heldur en fisk sko. Já. Mér er samt antilópan ekkert spes, ég hef alveg prófað það. Það er svo misjant. Já, þetta er svolítið chewy, finnst mér. Það er svo misjant. Það er bara, held ég, fara eftir hvað er búið að hanga og hvernig er búið að ferðast með þetta. Já, þetta hefur kannski verið bara algjör kettlingur í skotin. En talað kálfin, sko, þá seljum við eiginlega einna mesta kálfakjötinu okkar, það fer í hérna, snitsel. Milanese. Það er bara, það er svona það er eiginlega eitt af okkar svona mest seldu sko, sko. Það er óbúðslega gott sko. Notum kálfaribba í þetta er alveg óbúðslega gott sko. Eru það að gera einhver soð? Nautasóð og svona? Við erum að gera demiglis og hérna sósu og hérna og bara, maður vildi alveg vera að gera meira að því, það væri gaman að vera með lampið og fullu en það er oft svona bara að pottana þetta tekur svona þetta er tímafrekt ferli mikið pláss fyrir lítið magna af vöru sko og svo rauðvinsósan og villisveppasósan og allt þetta líka kalkunasósa og svo er það og hvernig fer svona hönnunarferli fram, þú veist, bara svona þróunarferli þegar eru það stöðugt að þróa einhverja nýjar bragðbæta og breyta sósum eða eru þið bara búin að negla svolítið? Nei, þetta er allt á ferð og flugi sko. Það eru ákveðni standardar í gangi hjá okkur sem að breytast ekki neitt sko. En svo er svona það er náttúrulega Já, ef mannskapurinn reglulega að halda mér á jörðinni, sko, í hugmyndasköpuninni, maður fær svona, maður fær fullt af hugmyndum og langar að gera rosalega margt og allt það og bara margt búið að gerast og það er nú kannski skemmtilega við þetta, að maður fær hugdettu í dag og hún getur verið komin í kjötborðið eða í sölu í búðinni á morgun sko. Þannig að hlutinni gerast mjög hratt og það er mjög skemmtilegt. Ég fíla að vera svolítið einhverja. Ég er svona, myndi sennilega
myndi sennilega teljast frekar svona óþólumóður ofta tíðum sko, og vill að hlutinni gerist oft bara í gær sko. Já. En ég held samt sko að mikið af þessum vörum sem voru með væru bara ekki til staðar ef þú væri ekki einmitt alltaf á yði með þetta. Já, góð, bara eins og í byrjun bara 2009 þegar við vorum nýbyrjaðir og ég fekk það flug í höfuð að Wellington ætti nú kannski bara heima inn á Vestlandamarkanum og það var eiginlega bara svona hægt að panta þetta bara veitingahúsum sko. Bara ef maður ætlaði að hafa Wellington og jólin eða eitthvað, þetta maður bara eiginlega að vera með eitthvað samböndin á veitingahús og ég fekk þess að flug í höfuð, það geti kannski verið sniðugt að bjóða upp á þetta og fyrstu jólin það verið 2009 eða 2010 sko, þá seljum við einhverjar, ég man eftir það voru 15, 16, 17 steikur sko, og maður alltaf í bersinu já, ok, þetta getur orðið eitthvað sko og svo bara í dag er þetta að fara í svona 3,5 tonni á 2 vikum jóla áramót sko. Þetta er svakalegt magn maður. Þetta er líka svo gott, góð Wellington er svo góð. Það er bara það var svona eiginlega gaman að sjá hvernig ein hugmynd gætt bara svona sprungið út og tók heldur betur á flug. Síðan sem margir fannir að selja þetta held ég alltaf Vestlandir konu með þetta held ég núna. Já. Þetta er líka svolítið jólalegt. Þetta er svona innbökað naut einhvern veginn í fallug út að sjá og flott á borði. Þannig að þetta er klálega algjör svona jólaréttur sko, fyrir mér allavega. Já, það er það. Einfalt. Já, og þægilegt. Þú veist, bara inn í með þetta og ekki gleyma kjarnýtamælinn. Nei. Þú veist, það er algjört must. Bara á ekki að vera að taka sénsa. Nei, held að Wellington sko, maður gerir það ekki öðru sem með kjarnindamæli sko. Það er bara, þú veist, það er Já, maður á helst að vera svolítið vakandi yfir henni sko, maður sérstaklega og þekkir ekki opnin og svona, þetta er alveg tricky samt sko, þetta er ekkert svo, þú veist, að þú ætlar að ná fullkomnu brúniringunu utan á og fullkomnu eldurinn innan á sko. Það þetta að vera með opnin í bara helst 200 gráðum sko, þegar steikið fyrir inn sko. Já. Og negla hitta á hana strax sko, og vera búin að pensla hana með eggjaröðum og þá verður það alveg þetta súper. Helst að 3 pensla. Já, það er ekki alveg, þú veist, gott kröst. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er, gaman að þessu. Það er alls konar hugmyndir sem eru endalist að koma upp og gaman að láta það verða veruleika. Já. Ertu með mikið kjötina mönnum hana hjá þér? Við erum með við erum með 1, 2, 3, 4, 5, 6 kjötiðinamenn. Já, geggjað. Sko, þetta er 6 mars. Og bara, þú veist, við erum með og bara reynsluboltar og bara frábæra mannskap, sko, myndi ég að segja, sko. Alveg frábæra, sko. Þannig að það er undirstaðan af öllum góðu fyrirtækjum. Gott stafsfólk. Já. Það er bara, maður getur ekki annað en stoltur af mannskapnum sem maður er með sko. Já, og hefur verið að fara eitthvað út að skoða? Þú veist, þegar þú ferð, ertu kannski bara með svolítið traust að byrgja þann úti eða? Ég er örgulega sko, ég er hundleiðilegur í ferðu með til þess konunni sko. Hún vill vera í fattabúðinu sko, en ég er alltaf að tóa hana aðeins líka inn í maturverslanir sko. Þannig að þetta er svona 50-50 sko, en eða bara, þú veist að ég er endalist að skoða sko, og eiginlega svona, kannski svona myndi ég segja svona 4-5 árum áður en kjöttkompani verður til sko, þá er ég bara svona, þá er ég úti að safna inn hugmyndum og hann er eiginlega svona, þegar farið var að stað sko, þá var svona svolítið svona, þá var svona við sem var svona nokkuð vel, var maður komið svona svolítið vel með í kollin hvernig maður vildi að þetta myndi líti út og hvernig þetta myndi verða eftir 5 ár, 10 ár sko. Þannig að það er svona,
En þú ert ekkert með einhvern nautabúkar sem þú ert í góðu samskiptu við og eitthvað svoleiðis? Nei, en það kannski vantar. Já, maður gerir sér engan veginn grein fyrir hvernig þetta virkar með innflutning á nauti og svona, sko, hvernig bara pöntunarferli fyrir fram. Já, við erum bara það sem við erum að taka, sko, naut erlendis frá, sko, það er þannig að við vinnum það þannig að við erum ekkert að kaupa af bara einhverjum. Við erum búin að fara út og við erum búin að skoða og fullvissa okkur það að það sé allt eins og við viljum að þetta sé og við erum búin að skoða allt hátt og lágt og bæði vinnslu og alla ferla og vöru úrvali sérstaklega líka, sko, og þannig að við séum svona getum verið fullvissir það að við séum að fá nákvæmlega þess að við erum að biðja sko. Og það bara skiptir rosalega. Já, við gerum það í þessu og í nautinu og við erum búin að heimsækja marga út í heim og sem marga sem að gera þetta mjög vel, sko, og marga sem við höfum kannski líka bara ekkert á viðskipti við, sko, og saman þetta líka bara eins og má segja varandi við höfum verið í mörg ár með rosalega góða tengingu inn á Ítalíu og erum að taka okkar Ítalíuvörur inn, olíur og pasta og allt sem tengist ítalskri matagerð. Þar höfum við verið bara förum á hverju ári út og hittum framleiðendur og bara í smökkun og styrkja viðskiptasambönd og annað, sko. Það er rosa gaman, sko. Er Íslendingurinn svona spenntur fyrir ítölskum vörum? Er það Já. Er það ekki? Það er alltaf svona... Er þetta ekki bara spagetti? Nei. Maður uppgötaði eiginlega, sko, maður alltaf búin að í kokkerínu, maður var kokku síðan byrjaði að læra 84 og klára 88 og ég held svona þegar maður búin að vera kokkur í ansi mörg ár, sko, og þá eiginlega sérstaklega maður bara komst í kynni við Ítalina, sko, þá uppgötaði maður að pasta er ekki bara pasta. Nei, einmitt. Þannig að það er svona eiginlega mjög skemmtilegt að uppgöta það, sko. En hvaðan kemur besta nautakjöti? Hvaðan kemur það? Já. Ég held ég get ekki sagt hvaðan, sko. Ég held að sé bara frekar, sko, að því að nautakjöti getur komið svo svakalega gott frá ansi mörgu löndum, sko. Við getum fengið, sko, geggjað nautakjöt frá Íslandi sem er bara, sem er bara hvað það segja, bara eins og svo vel fitursprengd kvígukjöt, sko, bara alveg geggjað, sko, og en það er bara alltaf lítið af þessu en svo náttúrulega erum við með bara vísvegar úr heimilinu, þess að frekar snúast bara sko, bara bitan, bara hvernig er fitursprengingin og svo er þetta spurningum, sko, grasfóðra kjöt eða kornfóðra kjöt og það bæði getur verið gott, spurning bara hvað viltu ég veit ekki, ég er auðvitað að sjá þessu spurningu, ég heila kýs frekar að horfa á bitan bara hvern bita fyrir sig bara og þá landið eða Það var alltaf að tala hérna í gamla daga, Argentíns naut væri svo svakalega flott. Já, gott kjöt aðan, en það er bara svo gott kjöt víða, sko. Já, einmitt. Þannig að það er ekkert land sem er bara búin að mastera ræktun á nautakjöti? Nei, ég held að sé, nei, ég myndi ekki segja það, sko. Það er bara, þegar kemur gott kjöt ansi víða, sko. Og Bretinn er mjög góður líka, sko. En frá svona löndum sem er alveg bilaðslegur hiti, þú veist, í Afríku og svona, þetta er allt, maður sér ekkert svona alvöru, þú veist, þessar skepnur eru svolítið svona hóraðar og vantar allt einhvern veginn kjöt á beinin. Já,
já. Þetta er svona Já. Svo er það mjög gaman sem maður á Ítalíu að, þú veist, að hérna og gerst í alvöru steik Fiorentina, sko. Og þá úr geninu, sko, sem eru, það eru bara svona bólar sem eru, sko, sem eru að einhverju stærðagráðu sem að bara, maður sér ekkert venjulega, sko. Já, ok. En það er svo skrítið við það kjöt, sko, að það er oft ekkert svo fitumarmerar, sko. Nei. En Þéttara kannski einhvern veginn bara... Já, bara kjötið svakalega meirt og svakalega bragðgott. En það er ekki kannski, ekki þessi fita eins og maður kannski svona er að eldast við þetta, en óbúslega gott. Þannig að þetta getur verið allavega nokkuð. En svo er náttúrulega alltaf að vera að gera einhverja nýja leiðir og gefa nautunum bjór og allt þetta. Já. Hvað er eitthvað svona, veistu hvort til þess að sé einhverja hefðir á heimi sem eru alveg fáránlegar? Það er alltaf verið að gefa bjór og súkkulaði. Já. Þannig að Já, það var búin að heyra þessu. Það er alveg magnað. Já, súkkulaði Það verður að eyða súkkulaðin í skepnunar. Svo koma súkkulaði vöndun eftir einhver ár, sko. Já, og hefur þú fengið svoleiðis? Súkkulaði naut? Já. Og var súkkulaði bragðið? Nei, ég gæti ekki sagt það, sko. Ég fann sterklega, sko. En gott kjöt, sko. En var einhver munur á fitunni eða bara... Er þetta bara allt sama tóbakið eða? Er einhver munur á að fá bjórfóðra naut og grasfett eða, þú veist, er þetta bara sölutryggs? Ég myndi segja svona, ég myndi alltaf setja bara nummer 1, 2 og 3, bara þú getur verið með bjórfóðrað eða súkkulaði fóðrað eða grasfóðrað, kornfóðrað, það er bara bara svona eiginlega bara svona gripurinn sitt líkur, sko, bara fitu inni allt uppbygging af vöðvum og allt þetta bara hvernig þetta, það er aðalatriði, bara Ég held að hitt skipti engu máli, sko. og svo þessi verkun eftir að, þú veist, eftir að þessi verkun á kjötunu, að fái þetta ferli og allt þetta, sko, ef þú með kjöt sem er fitusprengt og flott og verkar það vel og, þú veist, færa þess að kannski 25-30 daga í verkun og jafnvel lengur og þá er þetta bara í góðum málum. Hvort það er súkkulaði fóðrað eða bjórfóðrað eða hvað, sko, en ég er ekki frá því að maður fari finnur eiginlega mesta munin á því, sko, kannski, já, gras eða kort, sko, það getur verið munur þar, það er munur þar, sko. Ok. Þannig að og í hverju felst þessi munur? Svo ég haldi áfram að grilla kortfóðrað er oft svona, þú veist, það er oft meiri fitumarmering í gangi þar, sko. En grasfóðrar er oft svona, þú veist, það er svona, já, mjög svona, kannski minni fitumarmering en óbúslega bragðgott kjöt, sko. Já. Ég held að það skipti engu máli, sko. Eins og hann segir, það er bara þú veist, marberlingi sem það skiptir mestu máli, þú veist, að það sé vel fitusprengt. Þú veist, maður rýnir alltaf í það þegar maður er að fara að skoða eitthvað steik og ætlar að kaupa sér eitthvað. Já. Þú veist, maður vill ekki eitthvað svona sem maður hefur ekkert svoleiðis. Já, og bara ekki vera með bara of nýtt kjöti í gangi, sko. Nei. Já. Það er bara bannað, sko. Þetta er Ok, og hvernig spotta maður það? Það er ekki hægt. Sér það á litnum og líka bara, sko. Já. Liturinn er svona liturinn á steikinni sem þú veit sjá í versluninni er, sko, svona þessi svona hvað við segja, burgundi rauði svona matt rauðbrúnn litur á kjötinu, sko. Já. En ef þú ert með rauða steik sem við fyrir fram aðeins og það líka við loksugleiru til þess að bara öskrandi rauð. Þá ertu bara með steik sem er allt og bara ný, allt of ný og bara, þú veist, það á eftir þetta ferli bara. Og gæti ég tekið þá steik og bara sett á disk og nýskáp í 20 dagar? Það er þetta best að láta kjötið svona
eitsast í ferli þá í heilum bitum og í vel vakuumpakkað eða þá í dræðskápum sko. Það er alltaf þetta Á beini þá sko. byggja í vestlunum hjá þeim að láta vakuumpakka fyrir sig. Þú veist, ef þú ætlar að geyma þetta eitthvað eða fara með þetta í ferðalagi eitthvað út á land eða þú veist, þannig að þetta sé nú ekki að leka út allt blóðið og svona. Já. En þegar þú ert að dræja eitthvað svona, það að kostaði mikið að kjöti, þarf það að skera mikið frá? Já, það þarf að skera mikið frá og geti drippar í ferlinu. Sko. Og geti eitthvað gert við afskurinn eða það bara... Nei, við gerum ekkert við svona ysta lagi, sko, nei, við gerum ekki neitt. En svo ansið dýrt í ruslunum. Já, en svo náttúrulega frábær öll fita og annað sem við skerum frá, sko, sem að nýtist í dræðsborgara og fleira, sko, það er óbúslega gott, sko. Þið hafið ekki verið að selja svona nautafítu bara til að steikja með? Jú, við erum með svoleið. Já. Beef tallow. Já. Beef tallow, það er bara... Geggjastöf. Það er æðislegt. Alveg geggjað, sko. Þannig að... Mér heyrist því bara að vera með allt á hreinu þannig. Við reynum. Já. Og ef ég er að fara núna heim og ætla að henda einhver á grilli sem að ekki eitthvað svona fancy heldur bara að mér langar í einhverja nice steak. Steak? Já, þarf ekki endilega að vera eitthvað. Hefur þú prófað lambakonfekti? Nei. Já, það er... Ég öfunda eigað eftir. Eigað eftir, já. Og hvað gerir þið við svona lambakonfekt? Er það að marinera og selja að marinera eða er það bara búið að... Já, þá erum við búin að úrbeina hrygginn og tökum þessar kórunur og látum þær aðeins í ferlin á kæli, í vakuum bara og geymum þær aðeins. Leifum aðeins að bara myrna þar sko og svo skerum við það niður í svona litlar kótilettur og búið samt að fýtur hinsa fram á beini sko og setjum í svona ákveðin kryddlög og þetta er bara búið að vera eiginlega svona okkar signatur bara í borðinu sko frá 2009 þegar við opnum sko. Já, geggja. Það eru flotta kótilettur af því þetta er svona ekki hryggsúlanir tekin burt, þannig að bara rifin. Já, þetta er nákvæmlega, hryggsúlanir tekin og hreinsum beinið alveg rifin, þau eru hreinsuð og þannig að það er gaman að þessu. Þetta er bara basically lambafilli með rifbeini, þú veist, og marinera og geðslega gott. Ert þú kjötiðna maður eða ertu bara kokkur? Bara kokkur? Já, ég er kokkur og lærði á Arnarhól í Kanada með Skúla Hansen, hjá Skúla Hansen og fekk góðan skóla hjá Skúla og Mumma, Guðmundur Guðmunds sem þeir voru þar og það var rosalega skemmtilegu tími þá vorum við mikið voru náttúrulega Arnarhóllinn var á sínu tíma sko, það var svona vinsæll veitingastæður sko og þótti svona einn af þessum high class og vorum mikið í veislum og tókum mikið fyrir borgina á Höfða og ráðuneytin í ráðherrabústaðnum og svona sko, þannig að maður fekk strax svona, maður fekk mjög ungur svona, bara svona skemmtilega reynslu myndi ég að segja og bara svona að því að standa svona svona flott partí sko. Og voru þeir að leggja mikla áherslu á kjöt eða hvaðan kemur þessi áhugin á kjöti? Kjöti kemur eiginlega bara þegar ég ræð mig inn í kjötbankana á sínu tíma sem sölustjóri þar sko og það var 99 eða eitthvað sko. Þá fór svona hausinn á mann á stað sko og kom eins og kokkur í þetta umhverfi og mér fannst svona þróun og mætti vera
öfluri Já. inn í þessum geira fast mér sko, persónulega bara Mhm. og svona, og vildi að hlutinni myndu kannski svona svolítið að gera svolítið hraðar sko, heldur en voru að gerast og þannig kom eiginlega svona, fór svona hugmyndirnar að stað bara svona með sem að í rauninni bara urðu í rauninni svo nokkrum ára síðar að þessu sem að fór í gangi í kjötkompani sko. Já. Þannig að Ok. Já, þetta er svona áhugaverð beygja í rauninni, þú veist, þetta er svona fara úr því að vera elda veitingastöðum og svona, og yfir í að bara setja full fókus á að rífa upp kjötgeiran. Mér er bara svona, líka bara svona þegar ég kem sem kokkur inn í kjötgeiran sko, að ég hefði alveg maður hefði alveg vilja sko, maður vissi allt og lítið í rauninni sko. Bara svona hvernig bara þessi kjötmál yfir höfu virkuðu sko. Eða þú veist bara, maður hefði viljað það mætti alveg kannski, já, ég veist bara eftir á djöfull, það hefði kannski verið það hefði mátt vera meira áhersla kannski í námunu á þennan þátt sko. Akkurat. Já. Að bara svona, þú veist að komast í allt þetta sem var í gangi í kjötinu sko, það er bara svona, já, að kveikti á bara öllu hjá mér sko, fannst mér sko. Já. Já, mér finnst það vantar líka, ég mitt í námið meira. Það er samt alveg komið, ég fór í öðrum bekk held ég, eða þriðja, fórum við á til ræktanda sem var naut að rækta naut og hann gaf okkur heilt naut sem að við vorum að hanga og notuðum yfir bara önnina í verklegu tímunum og svona. Já. Þannig að það er alveg einhver áhersla á þetta sko. Svo er þetta bara svo lítið eða stutt nám, þú veist, þetta er bara 3 rannir í þessum hluta sem að ef verið að kenna er þessa hluti. Já. Þú kannski ræðið ekki inn á einhvern veitingastað og færð að vita allt sem þú þarft að vita nautakjöt og hvernig er best að vinna það og verka og koma þig út sko. Nei. Þetta er bara partur af prógraminu. Já, svo ég meina þess vegna er alltaf að tala að þú lærir alltaf bara og byrjar að læra þegar þú útskrifast. Já, það er alveg rétt. Já. Maður má ekki hætta að læra. Það er alveg glatað. Nei. Maður er alltaf að soga að sér eins og svampur. Já. Nei, já. Og svo líka bara þessi hugsun sko að sko þegar sérst bara að tengja kannski meira saman sko þegar verið að verka einhvern vöðva, þú veist, eða verka einhverja steik eða eitthvað sko, að vera kannski svolítið svona með hugsunina líka sko hvernig er best fyrir sko hvernig myndi neytandi vilja fá þetta á sem einfaldastan hátt og hvernig er þetta að preppa steikina eða bitan eins vel fyrir neytandan og hægt er sko og svona alls konar svona sem að kannski svona sem að já, við fórum kannski svolítið mikið í sko eins og í kjötkóparinu sko þegar við vorum að þessi pælingar sem lambi sko þú veist bara þú veist lambaryggur sko hvernig þú veist þú elda lambarygg með beini old fashion sko en það getur verið hvernig getum við gert þetta kannski þannig að þetta verið ennþá einfaldara fyrir neytandan ef við úrbeinum hann setjum eitthvað skemmtilegt inn í hann eða eitthvað sko, þá einu svo að gera þú tekur steikina út úr opninu og þú setja hann á bretti og þú bara sker niður og þetta ekki á að gera af því að vera einhverju beinum og einhverju svona dæmi, það er svona þessi pæling bara sko. Já, líka bara gaman að fá svona fallega bita þú veist, þegar þú fær bara svona þú mætir í kjötborð og það bara blasir við eitthvað svona huggulega framsett einhver rúlla eða bara eins og bara búið að konfetti, búið að taka snirta þannig að þegar þú ert búin að grilla þá heldur það samt í svona fegurðina. Þetta er einhvern veginn skiptir alveg máli, maður byrjar að borða með augunum sko. Já, maður gerir það. Það er ekki spurning. Alltaf að skreita öll þessi hlaðborð og svona, það er bara eins gott að hafa þetta í lagi. Þetta þarf alltaf að vera fallegt. Já. En svo er líka að sjá veislur og svoleiðis. Já. Við erum alveg í því og erum með
með veisluþjónustu og það er alltaf svaka fjör í kringum, sérstaklega í kringum sko smáréttina. Það er mikið aksjón þar. Við erum með rosalega gott úrval í því öllu. Já. Og svo er bara erum við rosalega mikið í að taka til svona tilbúnar veislur sem er rauninni bara, þú ert að halda 10-20 manna matarboð heima og þú mætir bara og sækir hálftíma, klukkutíma fyrir matarboð og það er bara steikin heitt og forréttir tilbúnir á bakka og einu sem þetta gera er að fara með dótið heim og bara opna kassa. Þannig að það er svolítið mikið í þessu sko. Já, þetta er sniðut. Þannig að Já, bara gaman sko. Já, bara geggjað og þið hljótið að vera þá með ágætlega mikið af starfsfólki í kringum ykkur á öllum þessum búðum og verkunum og veislum og það lítur að orða svolítið batteri. Það eru eitthvað, alls ekki svona 50 manns á launaskrá hjá okkur sko og já, partur af þeim fjölda eru hlutastarfsmenn. Já. Það sé ekki svona, kannski svona, hvað sé, 27-8 manns í 100%. Já. Og er eitthvað framtíðarplön, eitthvað í vændum, eitthvað sem maður getur búist við? Fyrir okkur? Já, eru það að þróa eitthvað nýtt eða? Það er svona ekkert svona sem hættir að tala sko. Nei. Og en það er alltaf eitthvað nýtt að fæða sko. Núna nýjasta æðið hjá okkur við skutluðum okkur á kafi í beef jerky framleiðslu núna í vor sko og það er búið að vera algjör sprengja sko. Já, geggjað. Tekin inn opn og byrjaði að þurrka á fullu og svo varum að vita að þá komur annar opn við liðin á þeim opni og við erum öll undan sko. Þannig að það er mjög skemmtilegt ferli til dæmis líka sko. Gaman að stúsi því sko. Að búið að finna réttu kryflönduna og finna rétta þurrkunarferli og allt þetta. Þetta er búið að vera skemmtilegt. Já, þetta er kokkur í kjötiðinnan líka sko. Þetta er mikil kokkahugsun að sem sko. Það skín alveg í gegn hana sko. Þetta er óbóðslega gott samt. Þetta jerky dæmi sko. Ríkala gott. Þetta er bara kokkur í kjötiðina. Það er eiginlega bara það sem vantar svolítið sko. Það þarf að tengja þetta miklu meira saman sko. Sammála. Kokkur og kjötiðina maður góð kokkur og góð kjötiðina maður saman sko. Það er bara skotelt teimi sko. Sammála. Það bara hljómar bara eins og teimi sem maður getur ekki klikkað. Já. Það er algjörlega þannig. Teimi made in heaven. Já. Algjörlega. En svo er líka með krydd og marineringar og alls konar sem að hafa verið að leika ykkur með. Já. Það er þróun þar og er þróun sem er í gangi áfram sko. Það er eitthvað sem við lifandi alltaf sko. Já. Alltaf, við heldum því alltaf bara í gangi sko. Já. Þannig að og svo núna þegar sumarið fyrir að klárast er greinileg breyting á því sem er verslað inn frá ykkur yfir svona vetratímar og sumartíman. Já, þá náttúrulega minnkar þá færist kannski svona grillið dettur aðeins svona niður þótt að fyrir mitt liti sko þá ég grilla allt árið sko. Þannig en þá fer svona það fer meira í svona í tilbúið við sjáum kannski meira af svona að heilum svona fylltum kjötstykkjum eða lærum eða hryggjum eða bara tilbúin réttum það fer meira yfir í svoleiðis lasagna potrétti og annað sko sem er í gangi. Við erum að kafi því líka sko. Við erum nautapotrétti, lambapotrétti, kjúklingapotrétti og allt þetta sko. Og meðlæti með því. Þannig að þá svona fer það aðeins meira upp. Mér einhvern veginn finnst eins og að þetta aukast í lambi svona þegar veturinn nálgast. Það er svona ég hugsa fyrir mig lambalæri eitthvað í dimmu kvöldi veturinn. Já. Þú veist, ég er nýkomin frá hérna Frakklandi og ég er eins og Jón, maður er alltaf í kjötbúðunum og skoðandi í verslunum og svona og konan sama, hún er alltaf skoða fötin en þú veist,
Sér bara láttu mig í friði, farðu sko. Já, En svo sér maður allan kjúkling alltaf í þessum kjötborðum. já. Ég finnst alveg glata að það skulle ekki vera leyft að hafa í gangi hér. Já, ég er bara alveg sammála Ég skil þetta ekki. Já, maður sko, maður þarf ekki að fara lengra til Danmörkur sko. Þar ertu bara í kjötborðinu þar sko og þú ert að skoða hérna ferskar kjúklingabringur í alls konar kryddum og leggi og vangi og hitt og þetta sko og svo kemur eitthvað lítið skilur kannski á milli sko og svo ertu bara komin yfir í nautið ferska og þar við liðinu. Þetta liggur við snerti sko en hérna á Íslandi er þetta þannig sko að bara þetta er bara algjört bann sko, það má bara ekki vera ferst fuglakjöt ekki koma nálægt hérna nautinu, lambinu og þessu sko, þannig að það væri voðalega gaman að geta verið með hérna þessar bringur og lærkjöt og fleira bara hérna ferst í kjötborðinu sko. En hérna það þarf að hristi býða þessu, finnst mér. Já, ég er sammála. Eins og stundum haldið að við Íslendingar séum með veikar og ónæmiskerfi en aðrir er eitthvað svoleiðis. Það er svona voðalega þarf að reglubinda allt úr svakalega. Svo þetta, ég meina, þetta er líka bara hamlandi að einhverju leiti þegar kemur, þú ert að stoppa þróun á bara íslensku fugl, bara kjúkling og svona. Þú veist, þarna er kjörið tækifæri til þess að leyfa mönnum að þróa mismundi marineringar og mismundi brauð og leika sér með þetta kjöt sko. Þannig að það er alveg hamlandi sko. Heldur betur og bara í dag það er ekki þetta að kaupir ekkert kjúklinga fuglakjöt öðru sem bara pakkað í hérna vakuumpakkað alveg svona og oft á tíðum mætti alveg vera meiri finnst mér sko, kannski meiri í gangi í kryddunum og þessu sem þar sko, en þótt að sé að þetta eru möguleikandi miklu meiri ef þetta væri bara fest í borðinu sko, þá var þetta þá ertu líka leika sem meira með þetta. Já, ertu líka með fagmenn í því bara að þróa og gera og þú veist, og þá myndast bara meiri áhugi. Algjörlega, maður er bara fastur hérna, þetta er svolítið fast í bara svona heileldum kjúkling svona krónustæl og hérna ég hefði viljað geta keypt ballontínu þú veist, kjúklingarúllu í svona borðið sko. Já, ég einhvern veginn ég veit að við sem óðnæmi fyrir ballontínu. Nei, þetta er svo eitthvað sexy við þetta er alveg ógeðslega töff. Þú varst að segja áðan, þið finnst svo flott að geta snitt eitthvað flotta sneiða niður. Ballontína er alveg sko. Við byrjuðum, talandi um fuglakjöt sko, byrjuðum við með þar síðustu jól sem hefur verið aukning í, það er þessi, byrjuðum að taka kalkun og gerum á svona spatskokk. Klipptum ryggsúlun úr og lögðum hann niður og settum hann í svona þurrbræn og settum stungum kryddsmjöru undir húðina og svona bara geggja. Og þetta er og vinnum þetta í okkar eldhúsi og getum ekki selt þetta náttúrulega sem bara pakka í búðinni en þetta hefur svona komið skemmtilegin og gaman að sjá þróun á þessu næstu árin. Bara brænaður kjúklingur líka er bara allt annað dæmi. Það var bara að liggja í einhverjum pækli með einhverjum kryddum og einhverju dóti og fara síðan að það er nú eldan sko, þetta er bara allt annað. Ég gerir þetta heima sko, stundum þá bara pækla og græja sko, þetta er bara allt annað kjöt. Bara geggju tækni til að koma fúti í kjúkling sko. Ég var bara leið að segja það, þú veist, auðvitað ætti það að vera norm að fá kjúkling sem að er verkaður og unnin á skemmtilegan hátt, þú veist, maður er bara orðinn vanur einhverju svona þurrkrydduðum kjúkling steiktur á pönnu eða inn í ofni eitthvað svona. Ég seti orðið bara black garlic á úrbein kjúklingalæri og grilla það sko. Ógeðslega gott. Það er líka reyktu kjúklingur er líka góður sko. Já, Við þurfum að losa þessum hana sko, þessar reglur sem er í gangi. Það verður að treysta svona eins og
kjötbúðunum til þess að með þess að vöru þannig að það sé ekki verið að fara með þetta í einhverja krossmengun og eitthvað Já, slíkt, sko, og, já, að framleiða þetta, að geta framleitt þetta fest í kjötborði og það er bara, það væri voða gaman, sko. Segjum svo að eins og staðan í dag að munum skrifa undir að fara í Evrópusambandi. Heldur þetta muni breytast við það? Ég veit ekki, ég bara reynilega veit það ekki. Nei, Ég veit það ekki. Þú veist, er maður ekki að fara að taka upp alls konar svona ég veit það ekki. sem er í gangi í Evrópu? Ég veit það ekki bara býða og sjá hvernig Ekki það að ég sé talsmaður þess að fara í Evrópusambandi, þetta er bara langt í frá. Sko, hann stoppaði mig af daginn því ég fór í einhverju smá pólitísku umræðu sko, Já, þetta smá hérna og svo aftur á línna. Það kannski verið skýslugerðin við það svo rosalega að þú kannski sleppir því bara. Stýst ekki allt hérna endalösa skýslur? Nei, ég veit það ekki. Jú, Komið hangaðinn. Já, en er það ekki endalist að skýslum í dag líka hvað sem er? Jú, og mikið. Já, Alltaf mikið. Er það ekki bara raunveruleiki í matreiðslu geiranum? Þetta er bara endalausar skýslur og skráningar og... Jú, en þú veist, en ég segi, mér er bara svona samt sem að, þú veist, við höfum átt rosalega gott samstarf með bæði MAST og heilbrigðiseftirliti, sko, og í kringu kjötvislun okkar, sko, þar erum við náttúrulega bara, erum við með heimsóknir bara 4 sinnum á ári og allt bara góð samvinna og bara ég hef svona, það hefur verið mjög flott, sko, Þetta er það líka bara best að vinna þetta allt saman. Og allir náttúrulega bara, þú veist, vilja, eins og við náttúrulega lagt metnaði það að vilja hafa hlutina bara í lagi, í kringum okkur, sko, og það er bara ekki takt öðru, sko. Nei, heimitt. En hvað með ostana? Nú erum við að flytja inn osta líka og alls konar geitaosta. Við erum að flytja inn fullt af parmesanosti. Já. Bara hjólin? Já, hjólin, bara í heilu og en ekkert sérstaklega gaman að borga alla vendartollana af þessum parmesanosti sem er notabene ekki framleiddur á Íslandi, sko. Þannig að ég hef ekki alveg, mér finnst að mætti alveg slaka þess á þar, sko. Það er en við flytjum þetta inn á fullum gjöldum, bara því að við viljum komast í þessi gæði sem við erum að sækjast eftir, sko. Og við erum að taka inn bara 24 mánaða Reggiano og parmesan og notum hann á Carpaccio okkar og fleira sem við seljum mjög mikið af, sko. Ekki smá mikið af Carpaccio. Það er náttúrulega búið að algjör sprengja, sko. Ég held að ég þurfa að koma við að leiðinu heim og finna mér eitthvað gott að borða. Það er sársvang. Núna skilur akkur ég kem með stundum mathandaði til að narti hérna, þú veist, að þú ert svo mikið matagatt. Ég ætlaði að koma með Carpaccio handa okkur, svo var ég orðinn alltaf seinni, ég hljóp út, fattaði þetta á leiðinni. Anskotin, glemdi þessu. Bara fínt maður eitthvað að reyna að vera í einhverju aðhaldi og eitthvað, bla. Já. Það gengur ekki neitt, svo heyrir var alltaf bara með sleði, hangandi að hugsa næstu máltíðna. En það var bara geggjað að fá þig og gaman að spjalla við þig og fá smá innsýn inn í heilanaður þegar kemur að þessu kjöti, sko. Já, bara gaman að koma. Bara takk hérlega fyrir okkur. Takk svo mjög. Já, takk fyrir komuna. Takk.